Já, ég þarna. Nei, þeir komu. En það fyrir okkur. Já. Búin að kveikja? Já. Góðan dag og velkomin á þennan 32. fund sveitarstjórnar Rangárþings Ytra. Við erum aðeins í seinna lagi við tæknin að stríða okkur en við snillingarnir þau græðið þetta svona að einhverju leyti þannig að þetta verður nú eitthvað verri útsending en venjulega en við verðum að bara búa við þetta, við ráðum ekki við alla hluti. En ég ætla að byrja á því að fara yfir mætingu og þessi mætti eru Viðar Már Þorsteinsson, Þórunn Dís og Margrét Harpa og Eggert Valur fyrir A-lista, Björk, Eydís og Ingvar Pétur fyrir D-lista. Einnig sitja fundinn Jón Valgeirsson sveitarstjóri og Öst Viðarsdóttir. Ég ætla að kalla eftir hvort það einhver athugasemdir við útsend fundarboð. Svo virðist ekki vera, þannig að við förum þá bara í lið 1 sem samantekt sveitarstjóra frá síðasta fundi. Gjörðu svo vel, Jón. Já, góðan daginn. Það svo sem ýmislegt búið að vera í gangi. Nú er haustið komið, sumarfríin búinn og þá fer svona allt á stað. Bæði svona í hefðbundnum ferlum og svo sem svona sem að kemur upp í okkar vinnu. En svona til að byrja með þá voru töðugjöldun okkar bæjarhátíðin haldin í ágúst og tókust bara vel. Gott veður sem ekki var sjálfgefið í sumar og mikið dagskrá og til eftirbreytni að dreifa þessu svolítið á vikuna þannig að þetta á undan. Og síðan er verið að spá og spekulera og kannski svona meðal hans til að undirbúa svona kannski einhverja framkvæmdaáætlun og hópur frá okkur upp á Flúðum, í minna grunni sveit og bara skoða svona útfærslur í íþróttahúsinu, tengt áhorfendabekkjum og lýsingu og ýmsu öðru. Og svo tókum við svona smá samtal heilsueflandi mál, hvernig þau gengur verið sér í uppsveitunum og til að reyna að fá góðar hugmyndir. Nú síðan fórum við fór ég rétt að sagt á fund með stjórn og lykilstarfsmönnur Rarik á Hvolsvelli með sveitarfélögum í Rangárvallasýslu, þar sem þau voru svona að kynna sína starfsemi og fara yfir það sem var helst að bauja á þeim. Og það var svona ágætt að geta rætt beint við þau þar sem að brennur okkur gagnvart Rarik. Ágæta fyrirtæki, meðal annars á hversu þeir tækla hesthúsakverfi hjá okkur á Hellu. Nú síðan kom starfsfólk á Byggðastofnun, forstjóri og fólk til þess að fara að sér verkefni Byggðastofnunar með okkur. Og það eru bæði svona yfir þess sem getur hjálpað okkur í málum, þó við séum kannski ekki á viðkvæmum svæðum. En svo eru þeir auðvitað með mikla tengsl við SAS og ýmis verkefni sem að fara þar í gegn og svona stýra ákveðnum fjármagni þar. Nú síðan er þessi þegar haustið kemur þá byrja skólarnir og bæði grunnskólar og leikskólar og ég fór á skólasetninga bæði í grunnskólanum á Laugalandi og á Hellu. Og það var þetta bara mikið stuð, það byrja skólana og koma öllu starfnum á stað og heilmikið sem fylgir því, eðlilega. Nú, það var fundur á Strækta, þar sem Eignarhaldsfélag Brunabótafélags Íslands, eða EBI, var að kynna starfsemi sína. Svona félag sem kannski fer ekki mikið fyrir en er nú svona smá saman að sveitarfélaginu eignast það, en þau hafa verið að styrkja verkefni bæði við brunavarna og alls konar verkefna sem sveitarfélaginu hafa verið að sækja styrki til, meðan þetta sveitarfélag hér. Nú síðan hálendið okkar að það er svona ýmislegt sem að þarf að reyna svona að klára þar. Það var farið fundur svona, eða ekki fundur, það var farið ferð aðeins með skipulags- og byggingafulltrúa starfsmönnunum upp í Veiðivöll, þar sem var verið að reyna að nýta, kannski síðustu endar að varandi hús þar. Það er deiliskipulag í gangi og það þarf að svona klára skrásetningarmál á húsum og svo þurfum við eiginlega og erum byrjað á þeirri vinnu að búa til einhver svona samkomulag milli Veiðiréttarhafa, forsætisráðuneytis og okkar lóðina sjálfa og leigun á henni, svona til þess að þetta sé búið að loka sér til framtíðar. Og síðan var farið svo sem aðeins Hollendi líka og það er ómetanlegt fyrir mig sem er svona alveg þokkalega kunnum staðátum en þó ekki alveg farið á staðinn að fara í Þóristungur og fara í Sigurdugljúfur sem er líka staður sem þarf greinilega að gera eitthvað fyrir.
þessi tækifæri fyrir okkur og Landsvirkjun og framkvæmdastjóra ferðamanna að kíkja á það. Nú fara síðan í Álftavatn á Hvangil og þetta allt perlur á okkar svæði og svona sjá hvernig starfsemin er í gangi og það er auðvitað mikið fjör hérna á Laugaveginum, það er alveg mikið trafík af fólki. Nú síðan þarf kannski að koma að fá óvart að virkjunar og orkumál hafa mikið verið í umræðunni hérna síðustu misserin og það hafa verið alls konar fundi bæði með framkvæmdaraðilum aðalega og það hefur verið með fjármálaráðuneytinu og það hefur verið með sveitarstjórnum nágrannasveitarfélögum okkar, Ásarfells og Sker og Gnúp, það sem hefur verið að fara yfir þessi mikilvæg mál sem snúast bæði af þá vindinum, hvamminum, breytingum á skattlagningu tekna á orkumannvirkjum og svona hvernig þessi mál eru að þróast. Þannig að vonandi gerist góðir hlutir núna í vetur. Nú síðan svona kannski í lokin þá svona kannski var gaman Áslaug Arna, ráðherra Háskóla, iðnaðar og nýsköpunarráðherra kom hérna og var hérna einn dag hjá okkur með skrifstofu hérna einmitt í þessum fundarsal og var svona hérna þess að fara svæðið og það er eins og ég það til eftirbreytni að ráðherrar komi á landsbyggðina og fundi með okkur og svona fara þessi í málin. Þannig að þetta er sama eins og með hálendið að það er alltaf gott að fara á vettvang til þess að setja sig inn í mál. Og svo er þetta alltaf upphaldi hjá manni að það er að komast í réttir og ég gat hakað eitt bóksi núna. Ég fór í Hallsettir á sunnudegi var og var það bara í góðu yfirlæti að draga fé og fylgjast með og alltaf gaman að fara í réttir og svona jarðtækja fyrir sveitina sína. En takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Jón. Þá förum við í lið 2 sem er samþykkt stjórn sveitarfélagsins, endurskoðun og samþykktum sem að við tökum hérna inn og minnisblað sem fylgir með. Þetta snýst hugmyndir að breyta aðeins strúktúrnum í stjórnsýslunni og tekur á svona nokkrum þáttum varðandi það en það er í sjálfu sér engin tillaga sem liggur fyrir þessum fundi. Heldur málið bara sem sagt hér á dagskrá til umræðu, frekar umræðu, við höfum nú rætt þetta talsvert á undanförnum dögum og hafa skipað vinnuhópur til þess að koma með tillögur að breytingum sem að sitja í ég og Ingvar og Jón og ég ætla að gefa bara orðið laust ef það er eitthvað svona innlegg í þessar pælingar sem við viljum kannski ræða hér núna en síðan hérna myndum við eða okkar til að vísa þessari vinni í raun og veru áfram inn í byggðarráð til frekar útfærslu. Gjörðu svo vel, Ingvar. Já, oddviti, eins og oddviti nefndi áðan þá erum við auðvitað búin að ræða þetta þannig ég ætla svo sem ekki að orðlengja þessa umræðu mikið. Það liggja hérna fyrir svona ákveðnar tillögur út úr þessum vinnuhóp sem við sátum í og það við bara stóðum allir að þeim. Það er lagt til að þetta fari til áframhaldandi útfærslu sem ég held að sé svo sem bara ágætt. Ég ætla bara að nefna eitt upp úr þessu sem ég held að sé mjög mikilvægt og það er þessi tillaga að stofna framkvæmda og eignarnefnd. Ég held að það sé til framfara fyrir okkur að halda betur utanum framkvæmdirnar og að svona við kjörni fulltrúar höfum þá meira aðkomu því. Ég held að það sé svona kannski stærstu skrefin í þessu sem við erum að leggja til og styð það auðvitað eindregið. Ákveðnar hugmyndir þar inn sem ég kannski ræði bara frekar í byggðarráði þegar þetta kemur þar inn en til viðbótar við þetta. En þetta var ágætis vinna og ekkert til renna korta. Takk fyrir þetta, Ingvar. Það eru auðvitað þannig að samþykktirnar eru vinnureglur sem við vinnum eftir og sjálfsagt og eðlilegt að við skoðum það reglulega hvort að við getum gert eitthvað betur og þetta er bara partur af því og vonandi komumst við bara
einhverjum góðum niðurstöðum sem að auka skilvirknina og svona flýtir fyrir afgreiðslu mála og svo framvegis. Þannig að ég ætla að leggja til að það er ekki fleiri sem vilja taka til máls að við vísum þessu frekar útfærslu hjá byggðarráði. Þessu geta samþykkt það eins og leggja með. Það er samþykkt samhljóða. Það eru liður 3 sem er Vaðölduver, framkvæmdaleyfi vegna vindorkuvers við Vaðöldu. Og þetta er mál, Jón kom nú aðeins inn á áðan í sínu pistli að við erum auðvitað búin að vera að vinna í þessu með Landsvirkjun og fleiri aðilum í allan vetur og sumar og eða undanfarna mánuði og stórt mál, flókið og búið að leggja í mikla vinnu. Þetta er nú ekki allt saman komið kannski að lokum þessa máls, en í það minnsta erum við með framkvæmdaleyfisumsókn byggingu þessa vindorkuvers sem við köllum Vaðölduvirkjun. Þó að vinnuheitið sé Búrfellslundur þá er þetta staðsett við Vaðöldu og við tókum okkur það besta leyfi og bókuðum sérstaklega það einhvers staðar að þetta myndi heita Vaðölduvirkjun. Ég held að verða að nefna það í þessu sambandi að þetta mál er á þeirri stærðargráðu að það er þetta verið mjög, þetta hefur ekki tafi fyrir verkefninu hérna í stjórnsýslunni að það hefur verið svona samhljómur vinnuna. Og það er auðvitað gríðarlega mikilvægt þegar það er verið með svona stór verkefni að það sé ekki hver höndin upp á móti annari innan sveitarstjórnar. Þannig að það hefur auðvitað, það er mikill kostur þegar verið er að reyna að landa svona verkefnum. En auðvitað er þetta þess eðlis að það er auðvitað mismunandi skoðanir á þessu og það er bara eins og það er og bara ágætt. Svo langt sem það nær. En allavega þá liggur þessi framkvæmdaleyfisumsókn hér fyrir og ég ætla ekki að hafa fleiri orðum þetta. Við höfum rætt þetta mál náttúrulega fram og tilbaka og ég er vandséð í mínum huga hvað er órætt í þessu máli. En ég ætla að gefa orðið laust. Gerum svo lengur. Já, oddviti, bara allt rétt sem þar kom fram og við höfum auðvitað staðið sameiginlega að þessu og þetta hefur verið ágætis vinna og vönduð eins og vera ber. Engar athugasemdir við hana og bara allt í lagi að það komi fram að við stöndum auðvitað heilsuga sameiginlega að þessari vegferð og að því sem er lagt til hér í þessu. Það sem ég langaði kannski bara að nefna er svona að við, þó við förum kannski ekki að breyta þessari bókun, en svona í framtíðinu að við venjum okkur á það að tala Vaðölduver hérna megin, af því að það er svolítið ruglingslegt í umræðunni. Þetta Búrfellslundur, Vaðölduver eða Vaðölduvirkjun, þannig að við séum svona samræmd. Ég tek eftir því að nágrannar okkar hér vestan við Þjórsá tala Búrfellslund og þetta sem að verkefni heitir vissulega Landsvirkjun, en það er svona heppilegra að það sé kennt við örnefni innan Rangárþings ytra og innan þess skipulagssvæði sem hér ræðir. Þannig ég bara ábending til okkar allra kannski að svona sammælast það því að dropinn hólar steininn og þá venst fólk á að þetta muni heita Vaðölduvirkjun en ekki Búrfellslundur. Takk fyrir þetta. Ég tek alveg undir það að Vaðölduvirkjun skal það vera og eins og ég nefndi áðan og við myndi að þá minni mig að byggðarráð hafi lagt það til einhvers staðar í bókun við framkvæmdaraðila að þetta yrði látið heita Vaðölduvirkjun, minnum við frekar vel. En
það svolítið snúið að breyta vinnuheitinu inn í kerfinu, þannig að ég held svona til framtíðar að þá verðum við alltaf að tala Vaðölduver eða Vaðölduvirkjun, það bara gott nafn. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá ætlum ég að leggja til að sjálfur sér kannski fari áður ég les bókunina að þá lagt til að samþykkja framkvæmdaleyfi fyrir í raun og veru, má kannski segja að við séum að borða fílinn í 2 bitum, við getum orðað það þannig, að sem sagt að það verið að gefa hér framkvæmdaleyfi fyrir vegagerð, fyrir byggingu vinnubúða og svo framvegis, en byggingarleyfi fyrir vindmyllunum sjálfum langar okkur til að vísa áfram inn í fagnefndir, þar að segja skipulags- og umferðarnefnd annars vegar og hins vegar umhverfisnefnd til frekari umfjöllunar og ég á von á því að þær nefndir fundi fljótlega og hugmyndum að komum að skipulagsnefnd fundi í næstu viku, seinnipartinn næstu viku. En þá ætla ég að lesa þessa bókun sem fylgir afgreiðslunni. Og hún svona, lögð fram umsókn Landsvirkjunar framkvæmdaleyfi fyrir framkvæmdu við vindorkuveru við Vaðöldu, Búrfellslund. Lögð fram greinargerð leyfisveitanda, þar að segja sveitarfélagsins, í samræmi við 3. málsgrein 27. greinar laga nr. 111 frá 2021 umhverfismat, framkvæmda og áætlana. Sveitarstjórn samþykkir að framkvæmdaleyfi skuli veitt vegna vegagerðar innan marka framkvæmdasvæðis eins og þeim lýst í greinargerð með umsókn Landsvirkjunar framkvæmdaleyfi vegna bygginga vindorkuvers við Vaðöldu og til uppsetningu vinnubúða fyrir framkvæmdina sem staðsett innan framkvæmdasvæðisins á afmörkuðu svæði samkvæmt gildandi deiliskipulagi. Vinnubúðirnar verði tímabundið mannvirki sem verði tekið niður og fjarlægð í lok fyrirhugaðra heildarframkvæmda innan svæðisins. Fyrirhuguð framkvæmd í fullu samræmi við gildandi deiliskipulag. Skipulags- og byggingafulltrúi hefur tekið saman greinargerð í samræmi við ákvæði 3. málsgreinar 27. greinar laga nr. 111 frá 2021 umhverfismat framkvæmda og áætlana. Þar sem gerð rökstudd grein fyrir samræmi við niðurstöðu álits Skipulagsstofnunar umhverfismat framkvæmdarinnar. Skipulags- og byggingafulltrúa falið að gefa út framkvæmdaleyfi í samræmi við framangreint. Umsókn útgáfu framkvæmdaleyfis til að reisa allt að 120 MW vindorkuver með allt að 30 vindmyllum, geymslusvæði, safnstöð, efnistöku vísað til frekari meðferðar hjá skipulags- og umferðarnefnd og umhverfis-, hálendis- og samgöngunefnd. Á síðari stigum þarf að sækja frekari leyfi vegna uppbygginga vindorkuversins, þar með talið efnistöku, gerð áningarstaðar og byggingar vindmylla og tengivirkis. Þetta bókun sem að fylgir með afgreiðslunni og þeir sem geta samþykkt þessa bókun við skal gefa merki og hún samþykkt samhljóða. Þá förum við lið 4 sem ársþing SAS. Það skipun fulltrúa. Það lagt til að fulltrúa á aðalfund SAS í Hveragerði 31. október og 1. nóvember verði Eggert Valur Guðmundsson, Margrét Harpa Guðsteinsdóttir, Ingvar Pétur Guðbjörnsson og Eydís Indriðadóttir og til vara Viðar Þorsteinsson, Þórunndís Þórunardóttir, Björk Grétarsdóttir og Þröstur Sigurðsson. Á aðalfund heilbrigðiseftirlits verði Viðar Már Þorsteinsson og Eggert Valur Guðmundsson, Björk Grétarsdóttir og Ingvar Pétur Guðbjörnsson og til vara Þórunndís, Margrét Harpa og Eydís og Þröstur Sigurðsson. Ég sagði þetta veist ekki mér, það samþykkt samhljóða.
Þá er liður 5 sem er inngildingaverkefni frá SAS, lögð fram beiðni frá SAS þátttöku í verkefni sem hefur það að markmið að efla sjálfbæra lýðfræðilega þróun og inngildingu erlendra íbúa á Suðurlandi. Óskað er eftir að sveitarfélagið tilnefni tengiliði til þátttöku í verkefninu. Lagt er til að taka þátt í verkefninu og verkefnistjóri íþrótta og fjölmenningarmála verði tengiliði verkefnisins. Það gefa orðið lausn þetta. Þessi geta snætt þetta sem ekki merkir. Það er samtitt samhljóða. Þá er liður 6 sem er tillaga álistan stafrænt aðgengi að eldri fundargerðum Rangárþings ytra. Margrét, ætlar þú aðeins að rúlla yfir þetta og fylgja þessu hlaði? Það er hérna tillaga að koma eldri fundargerðum frá árunum 2002 til 2014 á stafrænt form á heimasíðu Rangárþings ytra. Það var hérna til á einum tíma og rökstuðningurinn, eða sem sagt ástæðan fyrir við viljum fá þetta aftur í gang. Nú er þetta til á PDF-skjali sem er mjög erfitt að leita í og finna gömul gögn. En með því að setja þetta á stafrænt form þá verður auðveldara að leita í eldri fundargerðum og það auðveldar rannsóknarvinnu og aðgengi að upplýsingum og það er náttúrulega mjög mikilvægt þegar nýir kjörnir fulltrúar koma að störfum að geta leitað í sögunni. Síðan er einnig líka bara að þetta er menningarlegt og sögulegt gildi og hægt að leita í. Og síðan þetta er aukin skilvirkni í upplýsingagjöf sveitarfélagsins með því að hafa allar fundargerðir aðgengilegar í einum gagnagrunni. Ég hef sjálf unnið í þessu umhverfi, bæði að geta leitað í þeim á stafrænan hátt. Það er mun auðveldara og er oft bara ansi upplýsandi heldur en að hafa þetta á dauðum PDF-skjölum sem er ómögulegt að finna. Þannig að ég hef svo sem ekkert meir þetta að segja á bili. Vona að þetta bara hljóti upp umhverfin. Takk. Takk fyrir þetta, Margrét. Er ykkur sem vilja taka til máls? Svo Ingvar. Já, oddviti. Hér er komið fram tillaga sem að ég ætla svo sem ekkert að gera lítið úr. Sjálfur starfandi í því umhverfi að upplýsa almenning. Ég svona velti samt fyrir mig nokkrum þáttum, svona í ljósi tillögunar, það er ekkert kostnaðarmat í fylgiskjalinu eða í tillögunum sem er á grunnunum að tala að láta starfsmenn sveitarfélagsins vinna þetta. Ég sló saman bara fundargerðir hreppsnefndar á þessum tímabil, það eru 1000 blaðsíður, þá sléttar mér að segja ef samlagningin var rétt. Og þá er eftir alla nefndir hreppsráð, byggðarráð og allt það, þannig að þetta er töluvert umfang, meira en svo ég myndi halda að einhver starfsmaður vísu hérna lagt til að fela sveitarstjóra að vinna málið áfram. Þannig að það væri ágætt að fá allavega svona einhvern upplýsingur umfang og tímafjölda, hvort þetta sé verkefni sem að mögulega veri bara hreinlega best ef af verður þar að segja, að leta einhverja tilboða í eða hvernig menn finn út úr því. Mér finnst aðeins vant upp á það. Svo velti ég líka fyrir mér, ef þetta var farin í gagnagrunnin, þarf þá bara ekki að byrja frá fyrstu fundargerð og bara stofna málsnúmer allt til þess að þetta verði eins aðgengilegt og það sem verðar inn í dag. Það er þá ekki bara að pikka inn innskömmu skjöl, það er miklu meira handafinn en það. Þannig að ég þarf að fá aðeins upplýsingar hvernig menn sjá þetta fyrir sér gert, hvort þetta snúist í rauninni bara þá að breyta þessum innskömmu skjölum yfir í PDF-skjöl eða hvort að menn allir bara setja þessi 3 kjörtímabil inn, fundargerð fyrir fundargerð og þá málsnúmer fyrir málsnúmer. Því að það er í mínum huga
ég er ekkert að segja að það sé ekki þörf á því og það sé ekki gagnlegt, en það er allavega að mínum dómi meira verkefni en kemur fram í tillögunni eða í því sem stendur í skjalinu. Og þá er ég bara að veltaði fyrir mig hvort að menn séu búinir að svona átta sig á umfanginu nægilega vel og hvort að það sé þá mögulega ef að kostnaðurinn eins og ég held að hann sé ekki réttara aðeins að skoða þetta svona betur þó að ég ger ekki lítið úr því að þetta væri til bóta en það er allar fundargerðir inni sko þannig að það er ekki eins og það sé einhvers konar upplýsingalengd í gangi, það eru allar upplýsingar upp á borðum og bara ef það var rétt að fá aðeins umræðum þetta, það myndi svona aðeins skerpa málið. Takk fyrir þetta Ingvar. Nú er ég ekki, eins og kom fram hjá þér Ingvar, við höfum ekki gert eitt sérstakt kostnaðarmat á þessu en mér er sagt að þetta sé nú kannski ekki eins tímafrekt eins og kannski lítur út fyrir en eins og lagt er til þarna að þá er lagt til að sveitarstjórar verði falið að vinna málið áfram og það er bara sjálfsagt að fá þá einhvern kostnaðarmat áður en við förum göngum lengra en einhvern datt í huga að væri hugsanlega hægt að fá kannski efstu bekk í grunnskólans til þess að koma að þessu og styrkja þá í ferðasjóðu eitthvað á móti en ég hef áhuga fyrir að við afgreiddum þessa tillögu og sveitarstjóri mundi hugsanlega á næsta fundi byggðarráðs koma með eitthvað svona kostnaðarmat á kostnaðinu við þetta og hvernig við myndum standa að þessu. Gjörðu svo líka. Sko, þegar 10. bekk í grunnskóli, nú hef ég ekkert á móti því ef þetta er metið það aðkallandi verkefni og að þetta getur bara ágætis æfing fyrir þá ekki vélritun heldur tölvuritun eða hvað það heitir. En þá, ef að sko, það snýst það, erum við að tala að bara setja þetta inn á vörðskjöl og PDF þetta, því þau eru væntanlega til öll í tölvukerfinu, eða erum við að tala að hleypa þá 10. bekk grunnskóla inn í vonkerfi sveitarfélagsins til þess að setja þetta allt upp lið fyrir lið, hvað þó með persónuvernd og aðra slíka trúnaðarupplýsingar. Þannig sko, ég myndi vilja kannski vísa þessu til frekari skoðunar og ná utan umfangið og hvað við erum að tala og eins hvort það sé raunhæft að klára þetta fyrir næsta vor áður en ég samþykki þetta, þó ég sé ekkert á móti því að þessar fundargerðir verði per se aðgengilegri sko, en mér finnst ég ekki hafa nægilegar upplýsingar til þess að geta hleypt eitthvað á stað og það liggur ekkert fyrir í fjárhagsáætlun og ég efast að skrifstofan sé að það alltaf virðist vera að hún sé ekki þá að fara að gera þetta og 10. bekk að gera þetta sem ég bara ekkert á móti ef að verkefni hentar þeim sko, en mér finnst ég bara ekki hafa nægilegar upplýsingar. Takk fyrir þetta Ingvar, ég var þetta ekkert að ákveða það hér að 10. bekkingar ætti að gera þetta var bara einhverju hugmynd sem ég sló fram, persónlega, það er hægt. En það myndi ég hafa sagt það, en fleiri sem vilja taka til máls. Svo er ekki, þeir sem geta samþykkt þessa tillögu eins og leggja merki. Hún er samþykkt með 4 atkvæðum, 3 sitja hjá. Og ég boðast... Þú ert nú ekki búin að leita með það. Jú, einhver er á móti. Já, ég er á móti vinningu. 3 á móti. En við búum bókun. Við erum að stýra okkar afstöðu. Bókun. Við bókum, leggjum fram bókun. Þið boða bókun. Já, þeir boða bókun. Vegna tæknilegra mála þá vant að taka fundarhlé var mér sagt á hann, þannig að Það er athugasemdalaust okkar hálfu að ganga frá því á eftir. Þannig að það er spurning hvort að við göngum ekki bara frá bókuninni á eftir. Af hverju það vant að taka fundarhlé hef ég ekki hugmynd. En vantarlega eitthvað út af þessu nýja kerfi hérna sem við bara erum að notast við. Þá erum við í fundargerð byggðarráðs og það eru hérna nokkur mál sem við, 3 mál sem við þurfum að taka út úr henni
Við erum svo fundargerðin upp í heild sinni á eftir og það er þá fyrst hér hérna viðauki sem var lagður fram á fundi byggðarráðs. Ég ætla að fá Jón til þess að fara aðeins yfir hann. Gjörðu svo, Jón. Já, svona kannski rétt til þess að tæpa svona helstu atriðum í þessum viðauka. Þá er við svona aðeins átt okkur á stöðunni eins og gengur og það er auðvitað bæði eins og oftið verða bæði jákvæðar og svona en ekki að svona fjárhagslega neikvæðir ástæður inn í viðaukunum. En ef við förum í tekjuaukninguna þá er verið að gefa fyrir að tekjur hækkir þarna 38 milljónir sem er þá aðrar tekjur úr jöfnunarsjóði og það er nú meðan endurgreiðsla út af matarkostnaði meðal annars í grunnskólunum. Það eru auknar tekjur af fasteignaskatti og svo lóðarleigu. Þannig að þetta eru 38 milljónir sem er koma aukalega tekjuliðina hjá okkur núna. Nú síðan eru kannski útgjaldaliðinni, þá eru þarna mál inn í félagsmálunum sem eru kannski bæði koma þessi út og inn og síðan eru þarna fræðslumálin líka. Það eru búið að samþykkja viðauka 2 viðauka við 8 þannig að það verður að klára þá inn í heildardæmi hjá okkur. Og svo eru þarna íþrótta- og æskulýðsmálin líka. Það eru þarna samningar íþróttafélög og upp á velli sem þetta kostaði svona aðeins meira fjármuni, við vissum það. Og svo er þetta því miður þarna mál sem að kannski við hefum nú gjarnan verið að laus við að það urðu ákveðnir tæknigallar þegar verið að afgreiða fjárhagsáætlun síðastliðið ár eða rétt fyrir jólin. Það fóru ekki inn í loka niðurstöðuna liði sem var búið að samþykkja út af aðstæðum íbúa, verkefnisstjóra og slíkt. Þannig að það var auðvitað miður og við spyrjum velvarningar á því en það er auðvitað slíkt sem gerast. En samt sem áður þýðir þetta að með þessa forsendur þá væri tekjur sveitarfélagsins að hækka 11,5 milljón. Það sé að rekstrar niðurstaðan jákvæður það. En síðan var þarna liðurinn í fjárfestingunni sem var verið að bæta við upp á 15 milljónir í netto við aukinn kostnað. Þannig að það er þá einhverja 4 milljónir sem er kannski þá sem við þurfum að mæta á handbæru fé. Þannig að það má segja allavega að þessi viðauki hafi svona óverulega niðurstöðu á heildaráhrif fjárhagslega áhrif sveitarfélagsins. En síðan svo sem erum við alltaf átt okkur betur og betur á stöðunni svo hvernig hlutirnir eru að gerast hjá okkur. Þannig að það er sífellt verkefni að fylgjast með bæði á tekju útgjaldaliðunum og verkefnum eins og þau þróast á hverjum tíma. Takk Jón fyrir ágæta yfirferð á þessu. Er ykkur í fleiri gerðsvörður? Takk Tutti og ég þakka fyrir ágætis yfirferð frá sveitarstjóra en ég sakna þess aðeins að fari betur yfir fjárfestinguna. Þar auðvitað skýrir sig kannski ágætlega það sem hefur við gert hér á Skrifstofu og Laugalandi en það var upplýsandi fyrir alla held ég að mann myndi skýra lítið betur hvað sem fjárfestingin í göngustígum að fara. Við erum samtök hér 6,5 milljónir þar. Erum við með skýringar rauðum höndum með þessu? Já. Gjörðu svo. Já, skýringin af því er raun og veru kannski einföld. Það er raun og veru fyrst og bara kostnaður við malbyggun á stígum og stígagerð þá á hellu. Þannig að það hafa verið gengið þess lengra í frágangi á stígum eins og yfir hólum og slíkt. Þannig að það hafa verið að færa svona fleiri gönguleiðir í varanlegri búning. Þannig að þetta er raun og veru vegna stíga og göngustíga á hellu og malbyggun þeirra. Takk fyrir þetta. Eydís Gjörsson. Já, oddviti ágætu hundamenn, ég þakka góðar skýringar.
En mér langar í rauninni kannski til þess að koma í kjölfar spurningar Bjarkar og minna á það að við erum bundin af fjárhagsáætlun og ég vil þá spyrja enn frekar hvaðan kom heimildirnar fyrir því að auka við verkefnin sem var búið að ákveða fyrirfram í fjárhagsáætlun. Hver gaf þessar heimildir? Ertu þá að vísa til væntanlega þessa auka fjárfestingu í malbyggunum eða? Ég get nú ekki svarað þessu kannski alveg hér og nú. Jón, ert þú með svarað þessu? Byggðar á því náttúrulega kannski bara, Þetta var þetta, já, þetta er bara, verkefni var dýrara heldur en áhorfðist, það er eina svarið. Það er eina skynsama svarið, það er ekkert annað svar til við því. gert meira. Og gert meira. Það er nú bara einfallega þannig. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki klára viðhalds- og framkvæmdaáætlun. Nei, samið, það verður þetta samið. Já, samið. Þessi geta samið þetta vissulega gefum ekki samið. Þá er að viðhalds- og framkvæmdaáætlun 24. Þar sem að Tómas Haukur Tómasson, forstöðumaður eigna- og framkvæmdasviðs, fór yfir viðhalds- og framkvæmdaáætlun 24. Kom inn á fund byggðarráðs og fór yfir þau verkefni sem er í gangi og þess háttar, sem er bara ágætt. Og ef að við förum þá leið að setja í gang framkvæmda og eignarnefnd að þá færi þessi málefni væntanlega þar inn. Og við hefðum kannski betri yfirsýn yfir fjárfestingar og framkvæmdir. Ég gef orðið lausn um þennan, gefur svör. Já, oddviti, við fórum hérna á byggðarráðsfundi yfir þessar framkvæmdir og forstöðumaður eigna- og framkvæmdasviðs gerði það og lagði fram þarna skjal sem að liggur fyrir fundinum í dag. Svona bara út frá því sjónarmiði að þeir sem ekki sitja í byggðarráði en bera vissulega mikla ábyrgð gagnvart framkvæmdum og að í ljósi þess að það er ólíklegt að framkvæmda og eignarnefnd taki til starfa alveg á næstu mánuðum, að þá óskum við eftir því að það verði kallað eftir, eða Tómas Haukur, forstöðumaður eigna- og framkvæmdasviðs, verði fenginn inn á næsta reglulega fund sveitarstjórnar og farið þar yfir bæði stöðu framkvæmda við grunnskólann og aðra framkvæmdir í sveitarfélaginu. Það er auðvitað starfandi byggingarnefnd fyrir grunnskólann en við höfum aldrei á þessu kjörtímabili hingað til fengið svona heildar kynningu á stöðunni svona beint frá honum, ekki nema þá byggðarráð og nefndin. Þannig ég held að, og við höldum að vera mjög upplýsandi fyrir sveitarstjórnina bara að fá að ræða þetta, hvort sem það er gert fyrir fundið, eftir fundið eða hvernig menn útfæra það, en það er allavega mikilvægt að öll sveitarstjórnin hafi færi á því að vera þar okkar mati. Og við bara óskum eftir að fá að bóka þessa afstöðu, óskokkar og afstöðu undir þessum lið, en það er ekki nein tillaga til afgreiðslu þannig sé. Ég reikna bara með að menn taki jákvætt í þessa einföldu bón og finni lausnir á því. Takk fyrir það, einhver fleiri ytterskjörsvör. Já, oddviti fundamenn. Það kemur hérna fram í fundagögnum að það hefur verið lagt fram skjal yfir fjárfestingar og viðhaldsverkefni, ágætis skjal, og það sést að það er mjög margt í gangi og mikilvægt þess vegna að halda vel fjárhagsliðina líka, en þannig sjáum við engar tölur, hvorki yfir það hversu mikið við á fjárhagsáætlun fyrir hvert verkefni fyrir sig,
eða hversu mikið er búið að nota. Þannig sjáum við ekki rauninni kannski stöðu verkefna út frá fjárhag og það væri gott ef að það yrði tekið saman. Þannig að ég veit að það er mjög gott utanumhald utanum fjármálin, þannig að þetta ætti að vera vandalítið að halda utanum það líka og færa inn í skjalið. Takk. Takk fyrir þetta, fleiri. Gjörðu, Margrét. Já, hv. Fundarmenn, þetta var í fyrsta skiptum á síðasta byggðarráðsfundi sem við fengum Tómas inn til að fara aðeins yfir. Hann henti fram þarna grófu skjali og ætlunin er náttúrulega að vinna það og hafa það í mun ítarlegra á næsta byggðarráðsfundi, þannig að væntanlega verður komið betri gögn. Þess má líka geta í rekstraryfirlitinu sem að byggðarráð fer nú alltaf yfir að þá öllu jafna þar neðst í því skjali eru grófar tölur með hvernig staða framkvæmda er. Þannig að þessar upplýsingar eru alveg til staðar. Svona eitthvað af þeim allavega, myndi ég segja. Þannig að endilega skoðum þau og það er alltaf gott að fá ábendingar um hvað má betur fara með þetta. En þetta, ég held að það sé mjög gott að við bara séum meira með puttan á púlsinum og það er alveg bara vilji byggðarráðs og vilji okkar að hann komi reglulega inn til okkar, Tómas, og kynni þetta. Þannig að þá erum við með meiri sens fyrir þessu. Takk. Takk fyrir þetta, Margrét. Þetta er ágætis umræða. Þetta var nú kannski hluta til tengt þessu og þá á nú eitt af því fyrsta sem við ákváðum á nýju kjörtímabili að það var að setja á laggirnar þessu byggingarnefnd grunnskólans og kannski erum við ekki nógu og kannski bókum við ekki nógu ítarlega í fundargerðum byggingarnefndar, það má vera. En ég hef ekkert á móti því að sveitarstjórn fundi með forstöðumanni eigna og framkvæmda. Það er bara gott, það er bara spurning. Ég hef bara áhuga fyrir því að við myndum þá bara gera það sér fundi. Ekki að vera kannski að blanda því eitthvað beint inn í sveitarstjórnarfund, heldur kannski í tengslu við fjárhagsáætlunargerð, við skulum bara hugsa það hvernig það verður best gert. En öll þessi umræða hún auðvitað leiðir að þessu mikilvæga máli að koma á laggirnar svona framkvæmda og eignarnefnd og síðan er það útfærsluatriði raun og veru þegar við förum yfir kannski erindisbréf þeirra nefndar ef hún verður til að hvaða verkefni við höfum þar undir. Og ég heyrði nú í Ingvari bara fyrir fund og í gær og vorum að ræða þetta og þá nefndi hann til dæmis umferðarmálin og það er alveg, við erum að taka þá umræðu hvort að það ætti heima þarna. En allavega eru fleiri sem vilja. Viltu að lesa bókunina eða hún er bara efnislega nákvæmlega svo sem ég? Síðan áðan. Í þessu. Ertu með bókum í þennan lið? Það er óskum sem ég sko. Við ætlum að taka afstöðu til þessu. Gerðu svo vel, Ingvar. Já, bara taka fram að fólust allavega í þessari bókun berst ekki einn sérstök gagnrýni á neitt það er ekki verið vörð með það, þetta er að vera óskæfti fundi til að fá upplýsingar sem við eigum að reyta. En bókunin er sem sagt svohljóðandi, fulltrúar D-lista óska eftir á næsta reglulega fundi, það má alveg ræða að það verði þá á öðrum fundi, bara ef það er eitthvað ákveða hvenær. Sveitarstjórnar verði forstöðumar eigna og framkvæmdasviðs kallaði til fundar til að fara yfir stöðu framkvæmda við grunnskólanum og Hellu og aðrar framkvæmdir í sveitarfélaginu og undir þetta lítur við. Þetta er svo sem ekki flókið. Takk fyrir það. Ég sé ekki ástæðu sem að bregðast eitthvað sérstaklega við þessu. Þetta er bara bókun og gott og vel. Erum við þá ekki komin að lokum með þennan lið? Það er kynningar afslutur. Þetta er lagt fram, þetta er ekki aflýst mál. Nú, þá er næsta mál, það er kjör nefnd og ráð og stjórna, það er lögð fram beiðni frá D-listu breyting og skipan varamanns D-lista í stjórn Odda BS og það er lagt til að Björk Grétarsdóttir verði varamaður í stjórn Odda í stað Eydísar.
einhverju sem vilja segja eitthvað um þetta, sem geta samþykkt þetta með þessari geðmerki, samþykkt samhliða. Þá legg ég fram fundargerð byggðarráðs að öðru leyti en búin að afgreiða þessa liði, að öðru leyti og auðvitað til umræðu að öðru leyti fundargerð byggðarráðs. Þessi geta staðfest fundargerð byggðarráðs við þessari geðmerki, hún er samþykkt, staðfest. Þá erum við komin í hérna skipulags- og umferðarnefndina og bara hefst lesturinn. Við höfum sama kerfi á því gefum við merki ef að viljið grípa inn í eða slíkt. Þannig að það er liður, fyrsti liður sem er hagi, lóð, landskipti, vatnsbakki 2. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform og landskiptinu fyrirhuguð heit á lóð og leggur til að landskipti verði samþykkt þegar búið er að lagfæra ósamræmi í stærðum og uppdrætti. Og það er lagt til að afgreiðsla nefndarinnar verði samþykkt. Þessi geta samþykkt það sem við gefum ekki. Það er samþykkt. Landmannaáréttur, stofnun lóðar, vaðalda. Nefndin gerir ekki athugasemdir við áform og landskiptinu fyrirhuguð heit á lóð og leggur til að landskipti verði samþykkt. Geta samþykkt það sem við gefum ekki. Það er samþykkt. Stóru skógar, landskipti 3 lóðar, Stóri bakki, Stóra hæð og Krikakot. Nefndin gerir ekki athugasemdir við áform og landskiptinu fyrirhuguð heit á lóðum og leggur til að landskipti verði samþykkt. Geta samþykkt það sem við gefum ekki. Það er samþykkt. Hraunvegur 34, breyting á afmörkum. Nefndin gerir ekki athugasemdir við áform og landskipti enda í samræmi við nýgerða breyting á deiliskipulag og leggur til að landskipti verði samþykkt. Geta samþykkt það sem það gefur. Það er samþykkt. Umferðarmál, merkingar innan hellu. Nefndin telur réttast að fá ráðgjafa til að meta úrbætur við gatnamót Heiðvangs og Þingskála með tengingu við væntanlegt skipulag skólasvæðis ásamt öðrum atriðum sem rædd voru á fundinum. Þessi geta samþykkt það sem það gefur ekki. Það er samþykkt. Og það er hér umferðarmál, staða mála. Ábending barst að settir yrðu umferðarspeglar á Baugöldu vegna slæmrar yfirsýnar. Nefndin leggur til að settir verði upp speglar við lóðamörk Baugöldu 7 og milli lóðar 25 og 27 við Baugöldu. Ábending barst líka vegna slæms ástands ljósastöðvar við Bræðraborgarstíg í Þykkvabæ og leggur nefndin til að forstöðumaður þjónustumiðstöðvar skoði hvaða úrbóta er þörf. Varðandi hraðahindrun á Lækjabrautina telur nefndin rétt að núverandi hraðahindrun verði endurgerð en tekur ekki afstöðu til eignarhalds götunnar. Það samþykkt það sem það gefur ekki. Það er samþykkt. Ásahreppur, Sigöldustöð, efnistökusvæði. Nefndin gerir ekki athugasemdir við fyrirhugað efnistökusvæði eða gerða verði breytingar á aðalskipulagi Ásahreps af því tilefni. Það samþykkt það sem það gefur ekki. Samþykkt. Halstún, breyting á landnotkun í aðalskipulagi og deiliskipulagi. Nefndin telur að gera þurfi breytingar á landnotkun í aðalskipulagi til að áform umsækjanda geti orðið að veruleika. Breyta þar núverandi frístundarsvæði í landbúnaðarsvæði. Skipulagsnefndin samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og felur skipulagsfulltrúa jafnhliða að gera tillögu að breytingum á aðalskipulagi Rangárþings ytra frá 2016 til 2028 í samræmi við ofangreint. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi lýsingu og leggur til að hún verði send til umsagnar og kynnt. Lýsing skal kynnt í samræmi við 30. og 40. grein skipulagslaga. Kynning lýsingar skal standa í minnstu kosti 2 vikur talið frá birtingu auglýsingar á heimasíðu sveitarfélagsins og í staðarblaði eða nánar tiltekið frá 12. til 27. september 2024. Það sagði þetta, kemur ekki. Það er satt. Þá er það Halstún. Skipulags- og umferðarnefnd telur að gera þurfi breytingar á landnotkun í aðalskipulagi til að áform umsækjanda geti orðið að veruleika. Breyta það núverandi landbúnaðarsvæði í verslunar- og þjónustusvæði. Skipulagsnefndin samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og felur skipulagsfulltrúa jafnhliða að gera tillögu að breytingum á aðalskipulagi Rangárþings ytra í samræmi við ofangreint. Nefndin telur tilefni til að benda aðilum á umferðaröryggisreglur
Vegagerðarinnar varðandi fjarlægðar á milli tenginga inn á Hagaveginn og æskilegt að samlíkjandi lóðir nýti sömu tengingu. Sáði það sem það er saman. Gunnarsholt, breyting á landnotkun í aðalskipulagi. Nefndi samþykki tillöguna til auglýsingar samkvæmt 1. málsgrein 31. greinar en leggur til að hún verði áður kynnt í samræmi við 2. málsgrein 30. greinar skipulagslaga. Áður en að fundi sveitarstjórnar verður. Nefndin telur þörf á að kynning tillöguna fari fram í dagblaði og að auki á heimasíðu sveitarfélagsins þar sem tillagan getur varða hagsmunaaðila utan sveitarfélags. Samþykkt samviskulega merki, það er samþykkt. Það var á Hægi við Selfjall. Nefndin samþykki tillöguna til auglýsingar en leggur til að hún verði kynnt áður í samræmi við 2. málsgrein 30. greinar skipulagslaga, áður en að fundi sveitarstjórnar verður. Nefndin telur nægjanlegt að kynning tillöguna fari fram á heimasíðu sveitarfélagsins þar sem tillagan varðar ekki hagsmunaaðila utan sveitarfélags. Nefndin felur skipulagsfulltrúa að kynna áformi sérstaklega til nærliggjandi lóðar. Svo er dæmislega, það er samþykkt. Oddspartur, breyting á aðalskipulagi. Nefndin samþykki tillöguna til auglýsingar en leggur til að hún verði áður kynnt í samræmi við 2. málsgrein 30. greinar skipulagslaga áður en að fundi sveitarstjórnar verður. Nefndin telur nægjanlegt að kynning tillöguna fari fram á heimasíðu sveitarfélagsins þar sem tillagan varðar ekki hagsmunaaðila utan sveitarfélags. Sagði dag. Það er samþykkt. Rákaflækju 2, deiliskipulag. Nefndin leggur til að sami verði við skipulagsráðgjöf, skipulagslega ráðgjöf og gerð deiliskipulags fyrir svæðið. Það sagði það er samþykkt. Mosar deiliskipulag. Nefndin hefur farið yfir framkomnar athugasemdir, vísað til samantektar umsagna og viðbragða við þeim. Nefndin telur að búið sé að taka tillit til framkominna athugasemdir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að tillaga verði send skipulagsstofnunar til endanlegrar afgreiðslu í samræmi við 1. málsgrein 42. greinar skipulagslaga. Sagði það er samþykkt. Það er Tindasel, það er deiliskipulag. Nefndin samþykki framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga. Það sagði dæmislega ekki það samþykkt. Það var Áfangagil. Nefndin samþykki framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst. Það sagði dæmislega ekki það er samþykkt. Gaddstaðir, íbúðasvæði, breyting á deiliskipulagi. Nefndin gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi lýsingu og leggur til að hún verði send til umsagnar og kynnt. Lýsingin skal kynnt í samræmi við 30. og 40. greinar skipulagslaga. Kynning lýsingar skal standa í að minnsta kosti 2 vikur talið frá birtingu auglýsingar á heimasíðu sveitarfélagsins og í staðarblaði eða nánar tiltekið frá 12. til 27. september 2024. Það er dæmislega ekki það er samþykkt. Það er Bjargshverfi, það er deiliskipulag. Nefndin leggur til að haldið verði samkeppni nafngiftir á götum innan svæðisins og verði skipulags- og umferðarnefnd látin meta þær tillögur sem þar koma fram. Geta samþykkt það er samþykkt. Svo er að framkvæmdaleyfi, það er Heiðarbakki, að framkvæmdaleyfi til skógræktar. Nefndin telur að umrædd framkvæmd sé ekki þess eðlis að það kalli á mat- og umhverfisáhrif. Nefndin leggur til að veitt verði framkvæmdaleyfi til skógræktar á umræddu svæði. Nefndin telur nauðsynlegt að gerðar verði breytingar á landnotkun svæðisins í aðalskipulagi og svæði verði fært í skógræktar og landgræðslusvæði. Nefndin telur ekki þörf á deiliskipulagi fyrir svæðið að sinni nema komið til áformum frekari uppbyggingu innan svæðis. Það er samþykkt. Framkvæmdaleyfi vegna rafstrengs. Nefndin leggur til að skipulagsfulltrúa verði falið að gefa út framkvæmdaleyfi að teknu tillit til 3. greinar reglugerðar framkvæmdaleyfi. Greinargerð leyfisveitanda samkvæmt 3. málsgrein 27. greinar laga umhverfismat framkvæmd og áætlanir nr. 111 frá 2021 verði lögð fram á næsta fundi sveitarstjórnar. Vísa verði til þeirra greinargerðar í skilmálum framkvæmdaleyfisins. Það er samþykkt.
Landmannalaugar, Laugarhringur, framkvæmdaleyfi til endurbóta og göngustíg. Nefndin telur að umrædd framkvæmd sé ekki til þess fallin að hafa neikvæð áhrif á umhverfið og skuli því ekki háð mat af umhverfisáhrifum. Nefndin leggur því til að veitt verði framkvæmdaleyfi til Umhverfisstofnunar á grundvelli 3. greinar reglugerðar um framkvæmdaleyfi og felur skipulagsfulltrúa að afgreiða málið. Það er samþykkt. Hverfisskipulag. Skipulagsumferðarnefnd leggur til að vinnu við hverfisskipulag verði hraðað eins og kostur er, lögð verði megináhersla á eldri svæði innan þéttbýlisins. Samþykkt það, takk. Þá er þessu lokið, þessari fundargerð. Þá er liður 9 sem er heilsu, íþrótt og tómstundarnefnd. Það er fundargerð að taka hérna mál út úr þeirri fundargerð sem að farið yfir tillögu frá íbúa varðandi hjólagarð og hundagarð. Hjólagarð og hundagarð. Nefndi fjallaði þessar tillögur og leist vel á hugmyndirnar og vísar málinu hingað til sveitarstjórnar til nánari skoðunar. Ég ætla að gefa orðið laust þessar tillögur hjólagarð og hundagarð. Ef enginn vill taka til máls þá ætla ég að leggja til að við vísum þessum tillögum til fjárhagsáætlunargerðar. Geta samtidig það við sem það kemur. Það er samtlum. Þá erum við að lokum nokkra fundargerðir hér. Það er stýrihópur fyrir miðbæjarskipulag. Þetta eru fundargerðir lagðar fram til kynningar. Og það eru fundargerðir fjarskiladeildar Holtamannafréttar og fundargerðir stjórn félags- og skólaþjónustu, stjórnarfundi Lundar og hér boði releigjörningur með blissum. Það er lagt fram hér til kynningar. Ef það er ekki fleira þá... Já, bara þessi bókun okkar, viltu á hana núna eða bara eftir? Göngum við ekki bara frá henni í lók? Jú, það sé að betur útsendingun að lesa hana bara upp núna, sko. Já, það er kannski að því að lesa hvort þau bygg, sko, bara. Og við erum í útsendingun. Já, ég ætla að áður í slít fundi að óska eftir því að Ingvar gerir grein fyrir bókun sinni og ég mun svo gera grein fyrir bókun okkar. Gera svo líka. Já, þetta er sem sagt bókun sem var boðuð fyrir á fundinum tillögu álista stafrænt aðgengi að eldri fundargerðum Rangárþings ytra. Fulltrúar álista leggja til að ráðist verði að gera fundargerð sveitarstjórnar og byggðarráðs Rangárþings ytra fyrir árin 2002-2014 aðgengilegar á stafrænt formi. Tillögunni fylgja ekki upplýsingar umfang, kostnaðarmat liggur ekki fyrir og engar tillögur útfærslun að öðru leyti. Markmiðið er þó að ljúka verkefnum fyrir vorið 2025. Ólíklegt er að starfsmenn skrifstofunnar hafi svigrúm fyrir verkefni sem þetta án kostnaðarauka. Það var ljóst að allar umræddar fundargerðir eru nú þegar aðgengilegar á heimasíðu sveitarfélagsins og því ekki verulega brýnt verkefni að ræða, þó ekki sé gert lítið úr því að til bóta væri til framtíðar að hafa gögnin samræmd því formi sem notað í dag. Fulltrúar D-lista taka með afgreiðslu sinni ekki afstöðu á móti því að einfalda aðgengi að eldri fundargerðum en telja að vinna hefði þurft málið betur, þá ekki síst þá varðar kostnað við verkefnið. Takk fyrir það Ingvar. Herðu, þá ætla ég að lesa bókun frá okkur varðandi sama mál. Og hún er svona, með birtingu eldri fundargerða verður stjórnsýslan gagnsærri og íbúar fá betri innsýn í ákvarðanatökur og ferla. Þetta stuðlar að auknu traust á sveitarstjórn og stjórnsýslunni sem heild.
Stafræn gagnagrunnur gerir eldri fundargerðir aðgengilegar og auðveldan hátt, bæði fyrir almenning og aðila sem vinna með stjórnsýslumál og fréttaöflun. Þetta sparar tíma og auðveldar aðgengi að mikilvægum upplýsingum. Eldri fundargerðir eru mikilvæg heimild sögu og þróun málefna innan sveitarfélagsins. Með bættu aðgengi að eldri fundargerðum hægt að rekja ákvarðanir og skilja betur hvernig ákveðin mál hafa þróast yfir tiltekinn tímabil. Þetta hjálpar til að viðhalda samræmi í stjórnsýslunni og að auki tryggja að ákvarðanir séu teknar á grundvelli fyrri umræðna. Einnig verður þetta tilraun til þess að auka traust íbúa til sveitarstjórnar. Þá sér fólk að sveitarstjórn hefur ekkert að fela og getur styrkt samband á milli íbúa og sveitarstjórnar. Með bættu aðgengi að eldri fundargerðum geta íbúar, nemendur, fræðimenn leita sér á auðveldan hátt upplýsingum stjórnsýsluna og sögu sveitarfélagsins. Þetta stuðlar að aukinni vitundarvakningu mikilvægi opinberrar stjórnsýslu og þátttöku í lýðræðislegu starfi. Þá þetta komið. Má ég kannski boða gagnbókun? Yngvar boðar gagnbókun. Hér þá bókun til að bregðast við bókun álistans. Stjórnsýsla sveitarfélagsins gagnsæi að mati fulltrúa D-listans. Ekkert í tillögu álistans til þess fallið að auka gegnsæi eða innsýn íbúa í ákvarðanir núverandi sveitarstjórnar. Fulltrúar D-lista hafa ekki séð neina mælingu á trausti íbúa til sveitarstjórnar en hafa fram til þessa ekki haft á tilfinningu í samskiptum sínum við íbúa að sveitarstjórnin njóti ekki trausts samfélagsins, enda hefur sveitarstjórnin lagt sig fram að vinna ágætlega saman og málefnalega allt kjörtímabilið. Ef þetta verkefni á að gagnast þeim sem leita að upplýsingum, svo sem aðilum sem vinna í stjórnsýslu, ljóst að til að vel þurfi að vera, til að vel sé, þurfi að færa öll mál sem tekin voru fyrir í sveitarstjórn og byggðarráði á því 12 ára tímabili sem hér ræðir inn í málaskrá. Það verkefni mun umfangsmeiri handavinna en að slá einskannaðar fundargerðir inn á tölvu. Ef á að vera hægt að rekja ákvarðanir og sjá þróun mála yfir tiltekinn tímabil, ljóst að hjá slíkri vinnu verður ekki komist. Fulltrúar D-lista telja af og frá að sveitarstjórn hafi eitthvað að fela, en það hafa allar umræddar fundargerðir verið gerðar aðgengilegar strax að loknum hverjum fundi yfir það tímabil sem hér ræðir. Með framangreint í huga ítreka fulltrúar D-lista fyrri bókun að nánari kostnaðargreiningu hafi verið þörf. Þá held ég nóg komið að bókunum með þetta mál og ég þakka ykkur bara fyrir góðan fund og segi þessu fundi slíkt.